Ég hef bara sjaldan séð jafn mikla rigningu og ég tek tilbaka. Ég er ekki spennt að fara út í rigninguna og nota regluna mína ef þetta er að fara að vera the vibes. Hérna er greinilega ekki tré. Svona á milli. Þannig við dotta á jörðina. Alveg mörg. Ég haldi epli. Kannski ekki. Þetta lítur út þessi epli en ekki það stóra. Það er alveg frekar mikil rigning úti. Akkurat núna. En ég var regli. Þannig it's fine. Þannig eiginlega ekki. Það er alveg mikil rigning og ég er í alltaf síðum buxum. Þannig að þær eru að dragast eftir jörðinni þar sem er full af pollum. Ég er með nýja bláu regluna mína. Hún er að halda mér semi-fyrri. Ég er bara á leiðinni í búðina. Það er að labba fram hjá lestarteinunum akkurat núna. En ég er ógeðslega svöng og það er til svo lítið heima þannig ég þarf að kaupa eitthvað. Ég er að leiða að ég bara Pinterest, sjá einhverja girkana uppskriftir og kaupa það sem að mig vantar. Þessi körfa er svo ótrúlega þung. Heimferðin er að fara að vera svo erfiðast hingað til. Og maður gæti að kaupa alltaf mikið einu. En það er aðallega dreitur. Ég er bara að gera styttri setningar af því ég veit ekki. Rósa. Já, af því að H-ið færist yfir. Bra. Þetta er svona jó, en þetta myndi hljóma meira eins og tjó, já, tjó, hæjó. Tjó, hæjó. Já, núna segja ég. Núna segja ég. How are you? Ok, það eru 2 R. Eitt sem þriðji stafurinn og svo byrjar næsta með R-i. Er það þá eins og L? Þessu kemur múla og þetta sé L. Já, ekki, já. Þetta er svona exception. Ég þarf sko að læra bláu setningarna mínar utan á. Ok, frábært. Ok, núna getum við lesið yfir. Ok. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 러시아예요. 우리는 같은 한국에 수업을 들어요. 아니요, 학생이에요. 네, 여기 니나 씨예요. 안녕하세요, 산드라 씨. 안녕하세요, 누구예요? 안녕하세요, 니나 씨. 저는 Síðan dó í mið heimalærdómnum. Ok, ég er tilbúin. Ok. Hvað? Við vorum hérna einhvers staðar. 저는 변호사예요. 저는 그냥 대학생이요. 저는 회사원이에요. 몇 살이에요? Þú átt ekki að gefa mér svona svipi. Það er sjálfkása. Takk. 당신이 친구가 기다리고 있었어요. Rósa sí, 괜찮요? 너무 무서웠어요. 로사님 친구예요. 병원에 같이 왔었어요. 친구? 친구가 아니에요. 저는 군이요. And scene. And scene. Ég þarf svo að downloada svona sound effects fyrir bílslys. Já, ángríns. By the way, hey, say hey. Hey to the vlog. Og öll kórskjöld sem við erum að lesa. Æslandu. Og svo alltaf þú bæti við og í lokin á nafninu á okkur landi, þá ætti komið tungumáli. Ok, þannig að Æslandu, Japan, þetta er Ilbon. Yes. Ilbon. Vel sagt. Tilbúin. Ég er ekkert eðlilega spennt. Ég er fyrir að nota prjónana mína í fyrsta skipti. Ég gerði mér delicious looking noodles og ég ætla að finna mér eitthvað að horfa á.
búin að taka upp eitthvað flott intro þar sem ég var að útskýra hvað ég er að gera yfir daginn. Tók það allt upp í slow motion einhvern veginn. Það er að fara að slekka á þeim vítusi. Planið hjá mér þennan dag var að leigja hjól. Af því að ég hafði farið á svona fundkvöldi áður þar sem var útskýrt fyrir okkur að við getum fengið basically frí hjól með einhverja appi. Og með því að tengja stúdendakort okkar við þetta app. Svo eftir það var planið að fara niður í bæ og kaupa jógadínu og lóð. Svo ég geti gert einhverja æfingar hérna heima af því að ræktin hérna er svona 9.000 kall á mánuði. Allavega ræktin sem er nálægt mér. Alveg 2 mismunandi ræktir, bara 9.000 kall á mánuði og that's just too expensive. Þannig já, kaupa jógadínu, kaupa lóð og leigja hjól. That was the plan. Ég er að reyna að finna hvar hjólin eru. Ég er búin að labba hringir í kringum þessa byggingu einu sinni og ég skil ekki hvar ég á að finna þessi hjól. Samkvæmt appinu þá er eitt hjóllaust einhvers staðar hérna. Hérna er eitthvað svona skot og samkvæmt appinu þá á hjóla að vera þarna einhvers staðar. Vonandi finn ég það. Og ég var hrædd að myndi taka þetta hjól. Þetta er eina hjóli. Finnum út í þessu hvernig þetta virkar. Og þetta virkar alls ekki á mig. Ég er alveg bursti. Ég er reynilega bara hrætt bursti. Það er alveg mikið nefndum hana sem að horfa að reyna að gera það. Þetta var flókið. Lásinn vildi bara ekki aflæsast. En ég þarf að finna annað hjól. Ég veit ekki hvort að lásinn hafi verið bilað þessu eitthvað en það var ekki hægt að aflæsa hann. Ok, hitt hjólið sem átti að vera hérna er GAN. Þannig ég labba bara niður í bæ. Kannski tekið hjól tilbaka eða eitthvað. Þetta gekk ekki vel. Sorry? Eins, ja. Danke. Und eine lange Stange mit Käse? Käse? Ja. Danke schön. Þetta var klárlega vandræðalegasta afgreiðsla sem ég hef farið í gegnum. En ég reyndi mitt besta að segja hlutina þýsku. Kann ég þýsku? Absolutt ekki nátt. Einu sem ég kann er 3 level af þýsku í Duolingo. En ég reyndi mitt besta. Ég þurfti líka að lesa nöfnin á pakkelsinu og bara svona sem ég giska hvað stóð. Ég pantaði eitthvað sem ég ætlaði bara ekki panta með svona kringla með, eða svona pretzel eða með osti. Það voru einhver svona basic svona slaufur eða svona skrúfur með osti sem ég held ég væri að fara að panta. En svo var ekki. En ég sagði bara já. Smá taste test á þessari. Hvað er pretzel í íslensku? Er það bara kringla? Það er bara ekki saman hluturinn. En allavega, smá taste test. Nice. Það var nýgjala að flytja inn í dag, Tony, og ég var að taka á mótinni. Ég veit ekki hvort hún sé ný líka eins og ég eða ekki. Ég er búin að vera að hugsa hún sé ný og svo allt í henni var ég ekki confused að hún væri það ekki en ég held hún sé ný. Hún var alveg að fá lyklana þannig. En hún er algjör dúlla. Hún kom og hún bara knúsaði mig strax og bara eitthvað hæ, Tony. Það var svo næs. Og ég held að gæinn sem á íbúðina sé núna að sýna henni eitthvað. Þegar hann ætlaði að koma með lyklana, þannig ég held að hann sé hérna, ég hef aldrei hitt hann. Því hann tók ekki á móti mér. En hann er einhvers veginn að sýna henni og foreldrar hennar er að koma með húsgögnin og eitthvað. Ég ætla að athuga hvort ég geti eitthvað hjálpað þeim. Þeir fóru eitthvað út reyndar, þannig þeir eru ekki inn í íbúðina akkurat núna. Gaman að það sé komið nýr íbúi. Af því að við eigum náttúrulega að vera 6 hérna, við erum bara búin að vera 3 ár, þannig að það er helminginn. En núna þegar Tony er kominn, þá verðum við 4 í íbúðinni eins og er á mánudaginn. En eftir þess 2 daga þá kemur Julie.
Og svo kemur Rómi líka á morgun aftur. Hún að fagna brúðkaupi bróður síns. Þannig ég og Anna erum búin að vera einar en 2 nokkra daga. Mega nice. Oh my god, ég kíkti sérstaklega á spána til að aðtöga hvort það rigning og þurfti að taka regnhlífar með mér. Og það var bara sunny, 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 clear skies, ógeðslega gott veður. Af hverju þú veist, af hverju rigna mig? Það kom eitthvað massíft ský out of nowhere. Hérna uppáhaldsbúðin minn. Hún dýrari kantinum með hérna, but I love it. Sko, magni af pilsum í krukku. Hræðir mig. Ég á leiðinni núna út í apótek. If you know, you know. Fara í apótek erlendis alltaf gaman. Ég held ég hafi aldrei farið til útlanda og ekki farið í eitthvað apótek bara til að kíkja. Ok, ég þarf að labba í gegnum þessi óhugnanlegu undirgöng. Ég líst ekki vel á það. En áfram ganga. Það aftur byrjað að rigna og ég að sjálfsögðu ekki með regnhlífana en það kaffihús bara right here sem var við hliðina á apótekinu þannig ég að pæla að hoppa bara inn og testa. Bygginguna af háskólanum sem ég að fara í. Hérna líka frá International skrifstofan og það eitthvað svona Unishop basically þar sem ég get keypt peysur og boli og bolla og eitthvað. En hún víst lokað á mánudagum. Ég ætla að hoppa inn og kíkja. En ég reyni að kíkja bara á morgun. Annað en keypt smá í þessari búð. Hún var svo falleg. En ég keypti mér eitt ilmkerti bara til að hafa góða lykt í herberginu mínu. Svo keypti ég einn bolla. Það alveg nokkru bollar í íbúðinni en þeir það ekki svona plain bollar, þeir svolítið svona personalized. Þannig ég veit ekki alveg hvort að sumar stelpurnar eiga sinn bolla. Þannig ég keypti einn bolla sem þá bara minn bolli og svo keypti ég afmæliskerti af því að ég á afmæli í næstu viku og ég ætla að baka með köku og setja kerti á kökuna. Í bókabúðinni og grípa mér eina þýsku bók bara til þess að skipta fyrir því að ég get actually sagt eitthvað á viti.
nails are done. Also, hversu cute bollinn sem, oh my god, hvað heitt? Hversu cute bollinn sem ég keypti? Hann so pretty. Ég að fá smá piparmintu te. Ég ekkert rosalega hrifin af teum, en piparmintu te eina te sem ég finnst actually bara ágætt. She just graduated and she wants to be something in cooking. Anyway, I told her you had a restaurant. No, Mom, I don't have a restaurant. I work in a restaurant. Well, they don't have to.